Þetta Karlakór Akureyrar Geysir sem söng í Hofi á Akureyri á fullveldisdaginn 1. desember. KEA afhendi við hátíðlega athöfn styrki úr menningar- og viðurkenningarsjóði félagsins í 87. skipti. Alls voru veittir 52 styrkir, samtals nærri 15 milljónir króna. Styrkúthlutun náði til 4 flokka, menningar- og samfélagsverkefna, rannsóknar- og menntamála, ungra afreksmanna og íþrótta- og æskulýðsfélaga. Útgerðarminjasafnið á Grenivík fekk styrk, skiptir hann máli fyrir rekstur safnsins? Já, hann skiptir verulegu máli því að við rekum safnið aðalega á bara styrkjum og þannig að hver styrkur skiptir okkur miklu máli og verður til þess að við getum rekið safnið. Að vísu ekki opið veturinn en það er opið allt sumarið og þetta er orðinn segull í ferðaþjónustunni hjá okkur. Þannig að það eru margir ferðamenn sem að koma þarna við? Já, það eru margir og þeim fer fjölgandi og það er núna búið að gera mjög skemmtilegt þarna í kring. Þannig að þetta er svona ákjósanlegur staður til að staldra við og borða nestið sitt og kíkja inn í safnið í leiðinni. Það er stundum sagt þetta safn að það sé svolítið lítið en samt sem áður nokkuð stórt. Já, ef við tökum fermetrana þá er það svo sem ekki stórt en það segir mjög vel sögu byggðarlagsins og það er kannski nauðsynlegt fyrir alla að vita hvernig byggðarlagið byggðist upp og af hverju byggðarlagið er það sem það er í dag og mér finnst að þetta safn segi okkur það mjög vel. Þannig að þetta undirstrikar vel að Grenivík er útgerðarstaður? Nákvæmlega og þetta byggðist upp bara upp úr aldamótunum 1900 bara út af útgerðinni og þetta voru fyrst bara þess að við vitum smá trillur og svo þetta komið upp í togara og stærri skip. Félag Harmoníku unnenda við Eyjafjörð fekk styrk, skiptir hann ykkur miklu máli? Já, hann gerir það. Að fá svona styrk það gerir okkur kleift að ráða stjórnanda til að halda út í stórsveitin okkar sem telur 10 harmoníkuleikara á hrinsveit. Þið eru 40 ára og ætlið þá væntanlega að halda upp á afmælið? Já, við stefnum á það. Afmælið okkar er í október næsta ári og þá ætlum við að halda afmælishátíð en áður en að það gerist þá ætlum við að fara á landsmót harmoníkufélaga sem verður í Stykkishólmi í júlí. Þannig að félagið stendur nokkuð í traustum fótum? Já, það gerir það, reyndar. Þetta er svona með stærri félögum yfir landið, hugsa ég. Og svona við höldum úti öflugri starfsemi fyrir félagsmenn sem eru auðvitað opnin bara öllum sem að vilja taka þátt. En hvað með heimamenn, verða þeir varir við að félagið á afmæli á næsta ári? Já, við vonum það. Við reynum alltaf að halda vortónleika hjá stórsveitinni og svo erum við náttúrulega alltaf með dansleiki öðru hvoru í Lóni. Þannig að við reynum að vera eins sýnileg og við getum. Harmoníkan, hún alltaf jafn vinsæl? Ég held að hún sé uppleið jafnvel ef eitthvað er. Það er alltaf að svona hægt og rólega að fjölga nemendum. Þeir mættu náttúrulega alltaf verið fleiri. En svo líka er að koma núna ungt fólk inn sem er búið að læra erlendis jafnvel, sem að koma mjög öflug inn í tónlistarlífið. Því að harmoníkan er svo fjölbreytt hljóðfæri og það er hægt að gera svo ótal margt á hana. Alla stíla og tegundi tónlistar og það er bara frábært hvað er hægt að gera. Hólmar, Restart vinnustofan, hún fekk þarna styrk. Fyrir hvað stendur Restart vinnustofa? Restart vinnustofa ættur að vera áhorfendum en fjögurra vel kunnug. Við höfum notið góðs stuðnings hjá ykkur að kynna þetta verkefni. Þetta snýst að hjálpa fólki að gera við raftækin sín. Oft er þetta einmitt eins og símar með brotnu gleri og einhverju svona sem að menn hafa tilhneigingu til þess að líta á sem ónýtt. En oft á tíðum er hægt að gera við þetta og gera við þetta sjálfur og það er það sem við viljum kenna fólki gera. En þessi styrkur frá KEA, hvað þýðir hann fyrir ykkur? Þetta er náttúrulega algjör sjálfboðaliða verkefni og við í rauninni lifum bara á styrkjum eins og þessum. Þannig að við erum afskaplega þakklátt til að fá svona stuðning. Þetta hjálpar okkur að auglýsa vinnustofur og kaupa einhver smáverkfæri og eitthvað slíkt. Við höfum líka draumum að geta komist í betra samband við kollega okkar úti og myndum helst fyrir að senda fulltrú okkar á næsta Fixfest í Evrópu og þá lærum við meira og getum þá miðla meiru. Það er mjög mikið talað mikilvægi þess að endurnýja hlutina og fara vel með umhverfið. Finnur þið fyrir því að það sé svona, er stígandi í ykkar starfsemi? Þetta er bara alls staðar í samfélaginu er stígandi og eins og maður sér bara unga fólkið og svona. Það sem ég myndi vilja sjá er enn meira af ungu fólki koma til okkar.
Þannig að þarna eru tækifæri til þess að læra á tæknina og svona vera ekki hrædd við það og koma og laga símann sinn og lengja hann 1 ár, vera með hvíta símann og kaupa kannski bleika framhliðið eða eitthvað og gera hann einstakann. Það fullt af tækifærum í þessu til þess að læra og hjálpa umhverfinu leið. Þetta umhverfismál stórt. Stórt umhverfismál. Þetta hvað mest hraðvaxandi ruslastraumurinn í heiminum. Það eru notuð raftæki. Þau eru endalaust hönnuð til þess að endast skemur og fara fyrir í úreltingu og þessu erum við að berjast á móti.